Kristinn, þá það Ungverjaland síðasti gluggi undankeppninnar núna á dagskrá seinna í vikunni. Ungverjaland á fimmtudaginn og svo Tyrkland á sunnudaginn. Hvernig líður þér svona farandinn í þessa leiki? Bara vel, við ætlum okkur stóra hluti og ætlum að spila eftir því og það er svona markmið að setja fram svona frammistöður og byggja á það sem við gerum út Ítalíu síðast og setja aðra svoleiðis frammistöðu á gólfið, þá hefur við mikið sess í þetta. Flugu hátt út í Reggio Emilia þar sem vinnið sterkt lið Ítalíu. Hvað svona væntanlega tvíeggjasverð að vinna svona stóra sigra? Þið þurfið væntanlega að halda ykkur á jörðinni bara. Jú, en það er nú alltaf gott að vinna stóra leiki og svo er þetta að byggja á því og ég held að við séum alveg með mannskapnum og reynsluna í það að koma eftir að vinna stóra leiki og við þurfum bara að sýna það. Fyrir ári síðan spiliði við Ungverjaland í fyrsta leik þessari keppni og vinnið þá með 5 stigum á heimavelli. Hvað svona farandinn í þennan leik, er eitthvað sem takið út úr þeirri frammistöðu? Eru væntanlega eitthvað búin að kíkja á það? Já, það er náttúrulega ákveðin hluti sem við tökum úr en þetta er svona, erum með svolítið öðru sér lið og kannski spila ekki alveg eins bolta en við, það er svona snýst okkur og frammistöðuna sem við setjum á gólfið. Það er risastórt fyrir litla Ísland að tryggja sig inn á lokamót eins og Eurobasket. Er ekkert erfitt að einbeita sig bara einum leiki inn og næsta play og eitthvað svona þegar þetta er það sem liggur á bakvið allt? Auðvitað vitum við hvað er í húfi og hvað við erum að spila fyrir og við vitum alveg hvað við erum að spila fyrir en það gerir leikina miklu skemmtilegri og miklu meira spennu í þessu og við erum allir staðnir í það að fara á Eurobasket, þannig að það er bara áfram gæt. Kæra þakki Kristinn og gangi ykkur vel. Takk fyrir.